Morgun einn þegar Villi var enn í fastasvefni kallaði Marta. Drífðu þig á lappir, Villi. Grauturinn er tilbúinn. Hann klæddi sig í snatri og flýtti sig niður í eldhúsið. Hann var ekki lengi að hesthúsa grautin og greip húfuna sína og sagði: Takk fyrir mig, bless. Þú verður að koma beint heim úr skólanum af því að við pabbi þinn ætlum að heimsækja hana Maríu gömlu, sagði Marta. Allt í lagi, sagði Villi og lagði af stað. Að skóladegi loknum sagði herra Jónas: Verið þið sæl, börnin góð, þið voru öllu dugleg í dag. Heima beið teið hans Villa eftir honum á borðinu. Ó, ég vona hann Villi kom ekki seint, sagði Marta. Ó, ég líka, sagði Hólmgeir. En það leið löng stund án þess að nokkuð sæist til Villa. Hvar er litla óþekktar öndin, sagði Marta. Hann ætti að vera löngu kominn. Hann er kannski að slóra og leika sér við vini sína, sagði Hólmgeir. En þá setti Marta upp hattinn og sagði: Komdu, Hólmgeir, við förum og sækjum hann. Og Hólmgeir og Marta gengu sem leið lá inn í þorpið. Þau komu við hjá Ívari á leiðinni. Nei, góbul, Vill er ekki hérna, sagði Ívar. Og honum varð ljóst, hann hafði ekki séð Villa eftir að skóladeginum lauk. Villi hafði ekki heldur farið heim með neinum hinna vina sinna. Hólmgeir og Marta gengu á skólanum og datt í hug að Villi hefði verið látið sitja eftir. Nei, ég let hann ekki sitja eftir, sagði Jónas. Villi var ekkit óþægur í dag. Nú var Marta orðin mjög áhyggjufull. Hólmgeir, hvar getur Villi verið niðurkominn? Kannski hefur hann mist minnið og þvælst eitthvað í burtu eða þá að honum hefur verið rænt. Þau flýttu sér heim til Óla lögregluþjóns og sögðu honum alltaf létta. Óli var grafalvarlegur á svip og sagði: Þið ættuð að drífa ykkur heim ef ég kynni að Villi stilaði sér. Ég skal leita að honum. Hólmgeir og Marta héldu heim döpur í bragði en Óli lögregluþjónn hóf leitina að Villa. Fyrst talaði hann við Jónas skólastjóra. Herra Jónas, sagði hann, er það rétt að enginn muni eftir að hafa séð Villa eftir að kennslu lauk? Já, það mun rétt vera, svaraði herra Jónas. Og er það rétt að enginn hafi séð Villa yfirgefa skólahúsið? Já, það er líka rétt, sagði herra Jónas. Er þá ekki best að við leitum vandlega í skólanum? Tvímenningarnir fóru og lituðust og herra Jónas sagði: Villi er ekki hérna. Ertu viss það, sagði Óli lögregluþjónn. Hvað er þetta? Börnin leika sér í þessum kofa, svaraði herra Jónas. Og haldið þið að þeir hafi ekki fundið Villa brabra í fasta svefni inn í kofanum. Þeir fóru að hlæja, vöktu Villa og sögðu honum að drífa sig heim. Villa var tekið opnum örmum við heimkomuna og að sjálfsögðu fékk hann gríðarstóra sneið af kóngulóarköku með sniklakremi. Þegar Villi fór í háttinn kvöldið gat hann ekki annað en brosað að tilhugsuninni allt fólkið að leit hans á meðan hann svaf í kofanum. Góða nótt, bræ.